Hæ, Ragnheiður hérna hjá Næringu Núvitund. Mér langaði að tala í dag af hverju við borðum. Fyrir utan þessa augljósustu ástæðuna að við séum svöng. Það er mjög eðlilegt að borða þegar maður er svangur. Og við eigum að borða þegar við erum svöng. Og það er svona eiginlega allt önnur umræða en það sem ég er að spá í dag. Og svo getur líka verið að þegar við séum þyrst þá gefum við líka með nokkað merki að við séum svöng, þannig að borða og drekka nóg að vökva, það er mikilvægt en það er ekki alveg það sem ég er að spá í dag. Það sem ég var að spá er af hverju við borðum tilfinningar okkar, hvort sem það er streita eða við erum einhverja aðra tilfinningar. En af því að það er eiginlega þannig að við getum í rauninu borða hvaða tilfinningar sem eru. Við borðum vegna þess að við erum leið og okkur langar í eitthvað svona sem að lætum okkur líða betur. Og við borðum af því að við erum reið og viljum kannski refsa okkur eða jafnvel einhverjum öðrum, eins fáránlegt og það nú hljómar. En þetta er samt raunveruleiki margra. Og við borðum af því að við erum stressuð og okkur vantar bara óbúslega pínu pásu í lífið okkar og við erum bara, það er bara allt of mikið álag og við erum bara alveg að deyja og þá stökkum við upp frá því sem við erum að gera inn í eldhús eða út í sjoppu að fá, súkkulaði eða eitthvað annað bara til að fá smá pásu frá því sem við erum að gera. Og það er allt í lagi, það er kannski að koma því að líka. Við megum alveg nota þessa aðferð ef okkur líður ekki nógu vel. Ef við kunnum líka fullt af öðrum aðferðum sem við getum notað í bland til að takast á í tilfinningar okkar. En ég ætla að tala af hverju. Í rauninni er þetta bara tvenns konar ástæður. Þetta er bara þróunarfræðilegt og lært atferli. Svo sagt, þróunarfræðilega þá vil tegundin okkar lifa af. Og til að lifa af þá þarf hún að borða, hún er minni áhyggjur af því að við búum við ofgnótt heldur en við búum við skort. Af því að meðan við þróumst þá bjuggum við eiginlega alltaf við skort. Ef við tökum bara þróunarsögu mannsins. Og þannig að við kunnum svolítið illa kannski að takast á við ofgnótt eins og við í svona vestrænu samfélagi búum við. Og í öðru lagi þá er þetta lært atferli sem við lærum sem börn að við, súkkulaðikaka lætur okkur líða betur. Ef eitthvað bjátar á þá er okkur oft gefinn einhver matur. Og svo er líka hann einmitt notaður sem refsing. Ef að þú borðar ekki þá færðu ekki eftirrétt. Ef þú klárar ekki matinn á disknum þá færðu ekki eftirrétt. Þannig að þér var kennt að hlusta ekki á merki líkamans sem svengd og settu. Þannig að það er ekkert skrítið að við séum með svolítið svona furðulegt samband við mat. Þetta er bara lært atferli og það er engum að kenna, það er bara að þetta var bara venjan og það var enginn að velta fyrir sér afleiðingunum af því að pína mat í börn þá þegar við vorum alst upp og þetta var bara venja og það var lært af forfeðrum og mæðrum okkar. Af því að það var fólk sem að bjó við raunverulegan skort. Jafnvel. Þannig að það kemur í rauninni svona endorfín viðbragð við einhverjum svona sætindum og við því að líka bara ef við borðum venjulegan mat, það skiptir ekkert máli hvaða matur það er. Við fáum svona endorfín viðbragð stundum og svo er það líka þannig að þegar við borðum ef við erum bara svöng að það róast líkaminn. Það er svona einhver streita spenna ástand að vera svangur og við upplifum alls konar tilfinningar í sambandi það að vera svangur að sumir verða alveg ótrúlega stressaðir að sé ekki fara að fá neitt að borða og verða oft bara pirraðir að fá ekki strax að borða og þetta er mjög skemmtilegt finnst mér að skoða þetta þegar maður hefur tæki og tól til að gera það. Þetta verður ofta rosalega erfitt þegar maður hefur engin tæki og veit ekkert hvernig maður á að fara að því. En þegar maður hefur eitthvað tæki og tól þá getur verið mjög gaman að skoða þetta og þá sér maður oft hvað sumt er kjánalegt og sumt er skrítið og sumt er skemmtilegt og sumt er ömurlegt og að við hugafarið okkar gagnvart mat og
það bara, þetta alls konar, af því að lífið alls konar og tilfinningar okkar alls konar og hugur okkar mismunandi og við með alls konar hugafar. Og þetta bara lært atferli. Já, kannski hljóma ekki spennandi, þá það bara þannig. Þannig að við borðum af því að við svöng og af því að við erum þyrst, en líka af því að við þurfum að finna einhverja aðferð til að takast á við tilfinningar okkar og við lærðum það að borða væri góð aðferð. En ef það aðferð sem þjónar þér ekki lengur eins vel og hún gerði, og þá ég með fría kennslustund sem heitir Hættu að borða stress, og þar sem við förum í svona fyrstu atriðin til að byrja að nærast í núvitund og hvernig við getum saman að núvitundina láta hana hjálpa okkur til að borða aðeins meiri rólegheitum, geta þá skoða tilfinningar okkar, hugsanir og upplifun án þess að dæma, bara vera til staðar. Ef þú vilt skoða þessa fría kennslustund þá hún á ergutjóns.com/stress, en það að gera að bara taka nokkra djúpa andardrætti, þetta kannski svolítið erfitt og það allt í lagi. Við bara þurfum að anda okkur í gegnum það fyrir það fyrsta og svo getum við skoða eitthvað aðferðir. Endilega skoða fríkennslustundina, þú ert ekki búin að gangi vel.